Þú fær frábæru nestisboxin frá Systema og nestið í þau í Netto. Netto, kræsingar og kostakjör. Komið sæl og verið velkomin í sjónvarp Víkurfrétta. Við ætlum að verja dágóðum tíma í þessum þætti hér innandyra í Fjölbrautaskóla Suðurnesja, en skólinn fagnar 40 ára afmæli þessar mundir. Við ætlum að ræða við fólkið í skólanum, stjórnendur, kennara og auðvitað nemendur. En hér er frísklegt starf alla daga vikunar. Við ætlum einnig að kynna okkur bættar samgöngur, meðal annars sem tengist tvöfaldri Reykjanesbraut hér nálægt flugstöðinni. En við ætlum einnig að skoða málefni hraðlestar, hraðlest sem mun ganga frá Keflavíkurflugvelli inn í Reykjavík. Það er mjög áhugavert. En við ætlum að hefja leikinn í Fjölbraut. Það verður fjör í Fjölbrautaskóla Suðurnesja næsta laugardag þegar haldið verður upp á 40 ára afmæli skólans. Skólinn hefur vaxið og dafnað með árunum og eru nemendurnir orðnir yfir 1000. Sjónvarp Víkurfrétta kíkti heimsókn í skólan á dögunum og fyrstan hittum við fyrir skólameistarann Kristján Ásmundsson sem starfað hefur við skólan í 31 ár. Fyrst sem kennari og svo sem skólameistari í seinni tíð. Ég held að skólabragurinn sé bara jákvæður og skemmtilegur. Ég held að það sé óvægt að segja sé bara skemmtilegur og góður skóli sem gaman er að vinna og starfa. Og hvernig ætlið þið svo að fagna 40 ára afmælinu? Við ætlum að reyna að skemmta okkur og hafa gaman eins og vera að bera á svona merkum tímamótum. Það verður sem sagt hátíðaræði við opnum húsið 1 sem verður svona hátíðardagskrá milli 2 og hálf 3 og síðan verða bara tónlistaruppákomur. Og þá erum við með svona gamla nemendur sem hafa farið hér í gegn. Gert Garðinn frægan, Valdimar, hann verður og spilar, Davíð Ólafs, fleiri og fleiri. Drengjabandið sem er starfsmannakórinn að þau ætla líka að tróða upp. Þannig að síðan verðum við með eitthvað svona í boði fyrir almenning, eitthvað svona matarkyns og annað. Þannig að ég vona bara allir geti komið og glaðst með okkur á þessum tímamótum og haft gaman af. Svona séð hvað skólinn hefur, gamli nemendur geta komið og séð hvað skólinn hefur breyst, hvað hann hefur vaxið og annað. Þannig ég held að við getum alveg ósmeik sýnt öllum hvernig þetta er hjá okkur í dag. Það eru fleiri en Kristján skólameistari búnir að kenna áratugum saman við skólan og þeirra á meðal er hún Rósa dönskukennari. Nú ert þú búin að kenna nemendum hérna í FS dönsku í að verða 37 ár. Já. Eru nemendurnir í dag eitthvað nátt öðruvísi en þeir voru þegar þú byrjaðir? Já, kannski nemendurnir ekki, en ég er kannski öðruvísi og okkar samband er öðruvísi vegna þess að ég er öðruvísi, ég er þroskari. Þegar ég byrjaði þá var ég náttúrulega bara ungur kennari. En þeir eru alltaf jafn indæl. Hlýða mér alveg eins og draumur í dós. Nú hef ég heyrt á sérstakar aðferði til að halda upp í aga. Nú? Eins og að henda blýantum í áttina þeim. Það er ekki blýantar. Er það penna? Töflutúsar. Og virkar þetta? Já, sjálfsögðu. Ég segi þeim alltaf í leiðinni, ég hafi verið í handboltalandsliðinu 64 þegar við unnum Norðurlandameistratitilinn á Melavellinum. Og þau bara, hreyfi ekki bara nokkrum mótborum við það að ég hafi verið í handboltalandsliðinu í kvennahandboltanum 64 Þau bara kveikja ekki á því Þetta er náttúrulega bara saga sem gengur og flýgur og ég nota alltaf. Svo er einn kennari sem er búinn að starfa við skólan frá upphafi. Við spurðum hann hvernig kennslan hefur þróast á þessum tíma og hvort áherslurnar í dag séu aðrar en á árum áður. Já það var náttúrulega allt annar nemendahópur sem var hér áður Við vorum með úrval, það voru miklu betri nemendur eða námslega betri nemendur sem komu hérna og það voru að mörgu leyti strangari kröfur til þeirra. En núna erum við komin með nær allt litrófi hérna inn í skólan
og af því verður náttúrulega eðlilega svolítið áherslubreytingar fyrir utan náttúrulega tæknibreytingarna. Og nýtirðu tæknina við kennsluna? Já, ég hefði eflaust mátt gera það betur en ég held nefnilega að skólakerfi sjálft hafi kannski ekki alveg áttað sig á þessari tækni og til dæmis að mín kynslóð læriði utan bókar alls konar en núna fletta menn þessu bara upp og þurfa ekkert að muna. Og er það gott eða slæmt? Já, ég nógu gaman til að halda því fram að það sé kannski ekki mjög gott að muna ekkert en þau hafa náttúrulega yfirráð á óhemju vitneskju í gegnum þessi snjalltæki og það er gott. Og hefur aldrei verið þreyttur á kennslunni? Og jú, oft. En svo kemur þetta sem margir segjast vera kennarar út af, það er að segja júní, júlí, ágúst og það gerir það verkum að maður endurnýjar sig og er jafnvel farin að hlakka til aftur. Í eðlisfræðistofunni hittum við þær Margréti og Kolbrúnu sem voru að gera tilraun og mæla hraða kúlu. Þær eru nú á 3. og síðasta ári en þegar þær hófu nám við skólan var gamla kerfi við lýði sem miðaðist við að nemendur myndu ljúka stúdentsprófi á 4 árum en þær völdu sér að ljúka náminu á hraðferð. Nú eru þið báðar að fara að ljúka stúdentsprófi á 3 árum. Er þetta búið að vera strembið að taka þetta svona hratt? Já, örlítið. Við erum búnar að taka flestar annir 7 áfanga sem er alveg frekar mikið. Svona eðlilegur nemandi tekur kannski 5 eða 6. Þannig við erum að taka aðeins meira en hinnir. Þetta er svolítið strembið að taka svona mikið í einu. Þú ert alveg í áfullum skóladegi alltaf. Engar eyður, ekkert frí. Þú ert búin í skólan þá ertu náttúrulega bara að læra heima og farið ekkert alveg eins mikið frelsi og þeir sem eru að taka þetta aðeins lengri tíma. En af hverju völdu þið að taka svona hratt? Það bara, í mínu tilfelli þá ákvað ég að gera þetta út af því að þá get ég tekið mér árspásu eftir framhaldsskólan og bara lifa aðeins lífinu. Farið kannski til útlanda sem au pair eða eitthvað svoleiðis. Og já, og sumir vilja fara beint í háskóla og þá stytta þær bara í rauninni skólagönguna 1 ár. En ég ákvað að taka mér bara smá pásu. Þannig. Já, bara því ég sótt bara sem nýnemi þá var mér boðið að taka þetta á 3 árum. Ég bara, já, akkur ekki pröfa? Ef ekki þá bara sleppi og lengi það bara aftur. En fannst það bara svolítið spennandi að pröfa að taka þetta bara 3 og bara akkur ekki. Og er eitthvað fag svona sem ykkur finnst skemmtilegast? Ég elska stærðfræði og efnafræði og eðlisfræði tengist náttúrulega stærðfræðina alveg að miklu leyti þannig að það er svona þessi 3 fög sem ég finnst mjög skemmtileg. Já, mér er stærðfræðin alltaf geðað skemmtileg og efnafræðin. Það er svona mjög strembið þar á milli hvað mér finnst skemmtilega fyrir bara eftir áfangunum. Þannig. Og eru þið eitthvað farnar að huga að næsta námi, háskólanámi? Þetta er allt í hugleiðingum. Það er svo mikið að velja úr þannig að þetta er ekkert alveg sett in stone. Þetta er allt verið að velja og hafna og hvað vil ég meira og ekki. Þannig að það er ekkert alveg ákveðið. Já, ég er búin að vera ákveðin í því í svona 5 ára verða tannlæknir. En svo núna þegar það fer svona að koma að því að velja, þá bara veit ég ekkert hvað ég vil gera. Þannig að það er ekkert ákveðið. En mjög líklega eitthvað svona raungreina eitthvað í þá áttina. Svona raunvísindi, læknir eða eitthvað svoleiðis. Já, alveg klárlega. Frekar eitthvað svoleiðis heldur en á félagsvísindabraut. Það eru frekar heilla af raunvísindunum heldur en félagsvísindunum. 20 nemendur í Knattspyrnuakademíu FS og byrjaðu daginn á æfingum í Reykjaneshöllinni. Það æfa saman strákur og stelpur í 2 klukkustundir á dag. Gunnar Jónsson heldur utan akademíuna og hann sagði okkur frá því hvernig hún virkar. Þetta er svo afreks íþróttalína og er bara hluti af allir almenn nemendur geta farið á þessi bóknámsnemendur og þetta er hluti af vali hjá þeim og íþróttum. Svona hugsa sem náttúrulega sem vilja bæta ofan á knattspyrnu hjá sér og taka auka æfingar og eru svona krakkar sem eru í þessu áfullu og stefna langt og vilja ná langt. Hvernig er svona venjulegur skóladagur hjá þessum krökkum? Við byrjum alltaf hérna 8:05 á mótnana og erum hérna í Reykjaneshöllinni á mánudögum, þriðjudögum og fimmtudögum til 10 leytið
Svo erum við á miðvikudögum þá erum við upp í skóla. Það er yfirleitt fyrirlesardagur hjá okkur. Það sem við fáum svona ýmsu fyrirlesarar til að koma í heimsókn til okkar og auka svona þekkingu. Hvað heldur þetta sé að gera fyrir þessa krakka svona að taka þessa auka æfingu hérna á mótnana? Ég held að það gefi þeim gríðarlega mikið og náttúrulega líka það að nota þessa aðstöðu hérna sem við höfum á mótnana sem er náttúrulega autt. Við erum hérna innan gamla fólkið, þannig að okkur kemur bara nokkuð vel saman. En þetta fá svona auka æfingar að það er eins og oft sagt að það er auka æfingi sem að skila þeim og það er bara gaman að líka hvað hafa komið mikið af frambærilegu knattspyrnum og verið hérna hjá okkur. Það hefur eitthvað af knattspyrnumönnum ratað á atvinnubrautina eftir þetta? Já, þeir eru núna, Samuel Kári er í atvinnumennskunni og Elías Már, Daniel Leo og síðan núna Stefán Ljúbisits. Þannig að þeir eru 4 sem hafa verið hérna hjá okkur og við erum svona svolítið montin af því að hafa svona mikið afreksfólk sem hafi verið hjá okkur og vonum að það verði fleiri í framtíðinni. Hvaðan eru þessi ungmenni að koma? Er þetta af öllum skaganum? Já, þetta er hérna bæður Reykjanesbæ, Sandgerði, Garður, Grindavík. Þannig að þetta kemur úr Vogunum, þannig að þetta kemur alls staðar hérna bara á svæðinu. Er félagshjartað ekkert að trufla þessa krakka? Þeir geta alveg unnið saman í þessu? Já, algjörlega sko. Það er bara gaman að líka hvernig þau koma saman. Náttúrulega eru á æfingu hjá sínum félagsliðum líka og síðan koma þau hérna frá nokkrum félögum og það myndast líka svona skemmtileg svona eins konar bekkjar held má segja því að við náttúrulega erum í fjölbrautaskólakerfi það sem er ekki bekkjar dæmi og þau mynda svona skemmtilega hóp og einingu. Við erum náttúrulega mikið saman hérna, eru 4 sinnum í viku, 2 tíma í senn og þannig að það mynda svona skemmtilega randi bara þeirra á milli. Og hérna æfa saman strákar og stelpur? Já, það eru stelpur og strákar hérna og það er bara mjög gaman og gengur bara mjög flott. Enda kvennaboltinn á Suðurnesjum, hann er á góðri siglingu? Já, hann er á góðri siglingu, það er alveg rétt. Myndu kannski vilja sjá fleiri stelpur hérna? Já, vissulega samt eins og við erum núna með 20 krakki í fótboltanum og það eru 4 stelpur og síðustu enn vorum við með 7 stelpur þannig að það er bara búið að nokkuð gott. Eva Lind Danielsdóttir er knattspyrnukona ættuð úr Garðinum og hún segist ekki sjá eftir því að hafa skráð sig í knattspyrnuakademíuna. Hvers vegna valdir að fara í knattspyrnuakademíuna? Bara góð aukaæfing og bara gaman að vera með krökkunum líka og svona. Hvað er svona þetta að gera fyrir þig að æfa fótbolta alla mótna? Bæði bara gott að æfa aukalega og líka góðar æfingur sem er kannski ekki gerðar á æfingum í félaginu. Styðjum öflugt atvinnulíf, menningu, mannlíf og íþróttir á Suðurnesjum. Bókaðu bílinn þinn á bílahótel og láttu degra við hana meðan hún ferðast. Bílinn bíður þín svo tandur heill við heimkomu, beint fyrir utan. Bílahótel.is Traustar og öruggar samgöngur eru lykilatriði í velgengni samfélagsins og okkar. Við búum á eyju í miðju Atlantshafi og höfum alltaf verið háð góðum samgöngum. Nú eru flugsamgöngur stór hluti af tilveru okkar og á stóru svæði eru þær háðar þjónustu okkar. Starfsemi Isavia fer að miklu leyti fram án þess að þú takir eftir henni og þannig á það að vera. Við rekum flugvelli sem tengja landshlutana og tengja landið heiminum. Við stýrum flugumferð í einu stærsta flugstjórnarsvæði heims sem tengir 3 heimsálfur, Evrópu, Asíu og Norður-Ameríku og tryggjum að 30 milljónir ferðalanga komist leiðar sinnar á hverju ári. Isavia, hluti af góðu ferðalagi.
Hvað þýðingu hefur það fyrir samfélagið að hafa svona öfluga menntastofnun á svæðinu? Þetta auðvitað stóru vinnustaður, risastóru vinnustaður á svæðinu og við erum með það bil 1000 nemendur fyrir utan grunnskólanemendur sem koma hérna í val. En síðan erum við líka með stóran starfsmannahóp og þetta bara ótrúlega mikilvægt að nemendur okkar þurfa ekki að fara neitt annað til að sækja sér menntun. Þeir geta fengið afbragðsgóða menntun á svæðinu og þetta bara ótrúlega mikilvægt. Nú ert þú að fagna 20 ára starfsafmælinu þínu hérna á sama tíma og skólinn fagna 40 ára afmælinu. Hvernig vinnustaður FS? FS góð vinnustaður. Það gott að vera hérna, starfsfólkið bara afbragðsgott, góður andi. Við erum með yndislega nemendur. Það bara ótrúlega gaman að vera hérna, bæði með starfsfólki og nemendum. Fyrir utan FS standa þessi sumabústaðir sem nemendur í húsasmíði hafa byggt. Nemendur hafa byggt eins bústaði síðan árið 2004 og sjá Ríkiskaupum að selja þá til hæstbjóðanda. Þetta hérna áfangi sem heitir timburhús og útveggjaklæðningar sem strákarnir eru í. Þetta eru strákar sem eru að læra húsasmíði og eru á 3. önn í náminu sínu. Og í þessum áfanga felst það að byggja eitt stíki sumarhús eða timburhús. Við höfum kosið að byggja þessa stærð og svona útlítandi hús bara. Þetta síki, ég held þetta sé 13. húsið, frekar en 14. Ég búinn að missa töl á þeim. En við höfum verið að taka jafnaði 1 hús á ári, 2 ár höfum við tekið sitthvort 2 húsin. Þannig að þetta farið að telja frá 2004. Menn mega svo reikna það út hvernig það Og hvað svo gert í sumarhúsin þegar þau eru tilbúin? Á vorin þá fáum við Ríkiskaup til að auglýsa fyrir okkur húsið og þau eru bara selt hæstbjóðanda. Þannig að það bara óskað eftir tilboðum og sá sem býður best, hann fær húsið og hingað til hef ég ekki heyrt óánægjuraddir með þá sem hafi keypt á okkur. Og stendur smíðavinnan yfir allt skólaárið? Við erum hérna haustönnin að reisa húsið og framundir jól eða jólapróf þá erum við að ljúka við smíði yfirleitt utandyra og langt komnir inni, svo á voruninni þá faraði svolítið út hérna til þess að rýmka til í tækjasannum þegar það eru margir þar inni að vinna. Þannig að við reynum að hafa þessu þannig að þetta sé sem lengst komið á vorin þegar við förum í sölu. Smíðasmíðan er skemmtilegt verkefni þar sem nemendur smíða leikföng og gefa til leikskóla á Suðurnesjum. Upprunalega var Gunni Valdina trésmiður sem sett út á stað að smíða eitthvað sem getur gefið til samfélagsins. Það svona upprunin að þessu verkefni. Þannig að fyrst var þetta bara trésmíði og svo kom ég inn í þetta þegar við fórum að smíða gröfurnar og hlaupahjólin. Þannig að fyrst var bara verið að smíða timbri þegar þetta verkefni byrjaði upprunalega. Og þannig fór þetta af stað. Svo oft leikskólinir að koma hérna og svona vilja kannski verið í samstarfi við okkur og við erum auðvitað að reyna að fá alltaf eitthvað nýtt. En það er svolítið erfitt mál, við megum helst ekki smíða því að þetta eru leikföng sem þurfa að standast þess að staðla. Þannig að krakkarnir geta ekki klemt sig eða meitt sig á því að þannig að það er erfitt að kannski að smíða öll leikföng sem maður vildi vilja smíða. Þannig að þetta verður að vera löglegt. Það er svona hluti af vandamálunum kannski. Það er svo alltaf stór stund þegar smíðasmiðjan afhentir leikskólum leikföngin. Yfirleitt hefur Gunni Vald hringt í leikskólan og þeir hafa bakað fyrir þá skúffukökur og haldið svona smá veislu fyrir þá. Og þau hafa átt mjög gaman líka að gefa það sem eru búin að vera að smíða og afrakstur annarinn er komið til skila. Þannig að það er mjög skemmtilegu tími og við reynum svona eiga allavega 2 vikur eftir á önn þegar við förum að fara út á leikskólan og gefa þetta. En svona við iðnnám almennt, nú er atvinnulífið búið að vera að kalla eftir fleira iðnmenntuðu fólki. Eru fleiri að koma í nám? Já, og þessi krakkar sem voru kynnt með síðast hérna, þau eru að skila sig eins og þessar suðu áfanga sem ég er að kenna hérna. Þannig að þetta er að skila sig. Þau finna áhuga. Eðlilega hefur Fjölbrautaskólinn rosalega mikið upp á bjóða. Þetta er að kynna rafmagni, trésmíði, járnsmíði. Eðlilega þegar þú ert í 10. bekk, þú veist ekkert hvað þú ætlar að læra. Þannig að ég segi það að Fjölbrautaskólinn, þessi fjölbreytni, hún hjálpar manni að velja kannski hvað maður langar til að verða. Þannig að við erum að fá mikið af krökkum sem koma hérna
inn á aðra brautir. Og sumir fari rafvirkjun og aðrir fari trésmiði og svo koma til okkar í jöfnu, þannig að þetta er mjög jákvætt. En hvernig er kynjaskiptingin í greinunum hérna í FS? Kynjaskiptingin hún er mjög ójöfn, þannig að við erum að fá kannski 1 til 2 stelpur. Ég tek alltaf fram, það kom oft svona kynningaráfangar en 9. bekk hérna og ég tek fram að auðvitað strákar og stelpur en það er alltaf fáa stelpur sem komi í þessu áfanga hjá okkur hérna sem að ég vildi vilja sjá miklu fleiri. Þetta er þetta alveg eins og strákarnir? Já, og oft þær hafa oft þessar fínu hreyfingar sem að strákarnir eru svolítið klossaðar í. Þannig að það er rosalega gaman að sjá og þær eru mjög fljótar að ná þessu. Þetta er ekkert, yfirleitt eru stelpurnar hræddara því að það eru neistal til þess kringum suðun og annað. En ef þú ferð í galla og réttan hlífðarfatnað þá er ekkert vandamál í kringum þetta. Undirbúningsvinna vegna hraðalestar frá Keflavíkurflugvelli til Reykjavíkur hefur verið í gangi en núna hefur Þróunarfélag lestarinnar gert samkomulag við sveitarfélögin á Suðurnesjum skipulagsmál. En hvernig standa málefni hraðalestarinnar núna? Þetta var mjög stór áfangi hér í dag. Fluglestið Þróunarfélag, félag sem var stofnað núna í vor utan verkefnið, var að ganga frá samstarfssamningi við sveitarfélögin hér á Suðurnesjum skipulagsmál og greiningar og þróunarvinnu, meðal annars ítarlega úttekt á samfélagslegum áhrifum verkefnisins hér suður frá. Og þetta raunverulega er marka ramma verkefnisins næstu misserin. Við þurfum að klára skipulagsmálin, við þurfum að klára mat á umhverfisáhrifum og síðan að hanna lestina, þannig að hún sé tæk í alþjóðlegt útboð eða alþjóðlega fjármögnun, þannig sem framkvæmdi sjálf. Þannig er þetta svona liður að því að gera þetta tilbúið fyrir peningamennina? Já, það er auðvitað, þetta verkefni er kannski sérstakt að því leyti til að það mun standa og falla með því hvort að fjárfestar fáist að því. Við erum ekki að gera ráð fyrir að samfélagið greiði fyrir þessa framkvæmd og verkefni ræðst auðvitað af arðsemi þess og þessi dagur í dag er áfangi á þeirri leið en auðvitað líka af samfélagslegum áhrifum þess og hvaða þýðingu verkefnin hefur fyrir sveitarfélögin hér og á höfuðborgarsvæðinu og víðar, landið í heild. Við vitum það og þykjumst sannfærð það að þau séu mjög jákvæð en þessi vinna mun greina slíkt. Hvernig kemur Þróunarfélag Keflavíkur flugvallar inn í þetta? Já, þetta tengist í raun og veru beint hagsmunum Þróunarfélagsins, þar sem við erum að sýsla með náttúrulega töluvert mikið eignum hér á svæðinu og það eru fjölmargar stúdíur erlendis frá sem að sýna fram á það að bættar samgöngur til höfuðborgar hafa mikil áhrif á fasteignaverð og það sem grunnurinn í því sem við erum að höndla með eru fasteignir að þá er það svona megin ástæðan fyrir því að Þróunarfélagi kemur að þessu að líka það má kannski benda á það að á sama hátt og allar þessar flugleiðir til erlendra borga nýtast Íslendingum þó Íslendingar sé ekki að greiða fyrir kerfið að þá má jafnvel sjá fyrir sér svona sambærilega hugsun í því gagnvart Suðurnesjum að ferðamenn náttúrulega langstærstu leyti munu nota þennan ferðamáta en þetta mun hafa gríðarlega mikil og jákvæð áhrif varðandi samgöngu fólk sem er búsett hér á svæðinu inn til borgarinnar og tilbaka. Við höfum heyrt mjög jákvæðan tón frá ykkur svona gagnvart þessu verkefni eiginlega bara frá upphafi þannig að það er ekki að breytast. Það er ekki að breytast og ég held að það auðvitað náttúrulega eins og ég segi þá er verið að vinna ýmsar úttektir á verkefninu en allt það sem hefur verið unnið og kortlagt hingað til að það bendi til þess að þetta sé mjög jákvæð framkvæmd að þetta hafi mikla efnahagslega þýðingu og líka það að þetta sé bara arðbær framkvæmd til lengri tíma litið þannig að í raun og veru öll þeir skref sem hafa verið unnin og öll svo vinna að þau hafa ekki gert verkefni neikvæðara þvert í móti. Stopp hingað og ekki lengra er heiti á hóp sem var stofnaður snemma í júlí í sumar og snýr að því að gera Reykjanesbrautina öruggari. En hjá mér er Ísak Ernir Kristjánsson og einn af forsvarsmönnum hópsins. Ísak, það hefur mikið gengið á hjá okkur í sumar. Þið eru búin að berjast fyrir því að bæta öryggið á Reykjanesbrautinni, sérstaklega hérna Suðurnesja megin. Já, vissulega. Við eins og sagðir, þá stofnum við þennan hóp snemma í júlí og við erum búin að leggja mikla orku og mikið púður í þessa vinnu og loksins erum við að
að fara að uppskera árangur af þeirri vinnu. Hvað var það helsta sem að þið vildu sjá gerast? Við settum þetta upp eins og við ræddum á sínum tíma að settum þetta upp í 2 fasa eða 2 áfanga og fyrir áfangin snýr að því að fara í bráðabirgðaaðgerðir á þessum 3 gatnamótum út í Hafnir og niður til Reykjanesbæjar frá Fitjar. Þjóðbraut og Aðalgötu. Við sáum fyrir okkur að setja hringtorg og Hafnarvegurinn myndi tengjast niður í hringtorgi á Fitjar. Auðvitað var það alltaf svona svo spurningamerki, áttu við að hafa skoðun á því hvort þetta fyrir hringtorg eða mislæg gatnamót eða setja axlir eða þess háttar. En við ákváðum að þetta væri svona allavega tillaga sem við lögðum til að setja þetta bráðabirgða hringtorg. Af því að svo verður þess öllu saman sennilega breytt þegar að tvöföldunin kemst í gagnið. Og þetta var fyrir fasinn og seinni fasinn snýr að því að tvöföldun Reykjanesbrautar væri nú samgönguáætlun og hún var ekki nú samgönguáætlun og hún var ekki í drögum að nýrri samgönguáætlun. Og í dag, þriðjudaginn 20. september, verið að taka þetta fyrir Alþingi í síðari umræðu og það er skemmst frá því að segja að báðir hlutarnir, bæði fyrri og seinni fasinn, eru núna inn á bæði 4 ára og 12 ára samgönguáætlun. Og hvað þá að fara að gerast næst? Verið að fara að setja þess að hringtorg núna, á næstu mánuðum? Í 4 ára samgönguáætlun þá hún 2015 til 18 eru veittar 200 milljónir 2017 í hringtorg og þetta er upplýsingar frá Vegagerðinni hvað kostnaðarliðurinn, þannig að þeir telja að þetta 200 milljónir sé sú tala sem að þarf að fjármagna þessi hringtorg við þessi 2 vegamót, bæði þessi vegamót. Og svo það 2018 eru áætlaðar 100 milljónir í þennan tengiveg, sem sagt, í hringtorgið á Fitjum. Þannig að það að fara að gerast. Og svo tvöföldun Reykjanesbrautar frá Fitjum og upp í Flugstöð á 12 ára samgönguáætlun. Auðvitað það hérna svolítið opnara heldur en hitt, heldur en 4 ára samgönguáætlunin. En að minnstakosti erum við komin í röðina, við vorum ekki í röðinni, okkar krafa var að fá að vera í röðinni. Þannig að það þá kannski bara núna okkar verkefni, næsta verkefni að halda bara upp í pressunni að þetta gleymist ekki og þetta komi inn á næstu 4 ára samgönguáætlun. Við þökkum ykkur áhorfið á 37. þætti ársins hjá sjónvarpi Víkurfrétta. Minnum við ykkur á að við erum með marga aðra miðla. Vikulegt fréttablað sem kemur út alla 50 daga og hægt að sjá líka á netinu. En við erum einnig með virka fréttasíðu á netinu, vaff.is. Þar eru nýja fréttir alla daga. Og fyrir kylfingana á kylfingur.is. Þá einnig hægt að sjá eldra efni sjónvarps Víkurfrétta á YouTube-rásin okkar undir heitinu Sjónvarp Víkurfrétta. Ég hvetjum ykkur til þess að koma ábendingum skemmtilegt efni hér frá Suðurnesjum til okkar. En við þökkum fyrir okkur að þessu sinni, sjáumst á vikuliðinni, verið sæl.